Til máls tekur háttvirtur 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Már Einarsson. Hæstvirtur forseti, ég ætla ekki að reyna að halda því fram að ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur sé gallalaus og hvaða ríkisstjórn væri það við þessar aðstæður. Mestu máli skiptir að hún vinnur hörðum höndum að því að endurreisa hrunið efnahagskerfi og vinda ofan af því órétti sem hér grasseraði. Ríkisstjórnin hefur auðvitað þurft að grípa til margra og oft óvinsælla ákvarðana á leið sinni. Tekist hefur að koma í veg fyrir að jafn illa færi og flestir óttuðust. Nú eru meira að segja vísbendingur að birta færi til. Hagkerfið tekið að vaxa á ný. Allar spár sýna að hagvöxtur verði jákvæður í ár og næstu ár. Verðbólga nú undir verðbólgumarkmiði Seðlabankans og stýrivextir hafa lækkað úr 18% í 4,5%. Skuldastaða þjóðarinnar hefur stórbatnað og svona mætti lengi telja. Hér á þessu þingi sitja þó nokkrir af þeim sem voru helstu talsmenn hins hömlulausa frjálsa hagkerfis. Eilífðarvélarinnar sem átti að sjá sig sjálf. Þar var áhættufíkn talinn kostur og græðgi, jafnvel heppilegur eiginleiki til að spinna þessa vél hraðar áfram. Hún kom svo sannarlega á fulla ferð, ofhitnaði, bræddi úr sér og afleiðingarnar þekkjum við. Og nú, þegar erfiðasti hjallinn að baki og árangur að nást, skríða þeir fram og segja, nú viljum við fá að prófa aftur. En ég held ekki, við höfum fengið næga reynslu af þessum aðferðum í bili. Í því uppbyggingarferli sem nú framundan tel ég mikilvægast að sanngirni og jöfnuður sé haft að leiðarljósi. Þessi ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur hefur fullt umboð kjósenda til að sitja út kjörtímabilið og ég treysti henni prýðilega til að leiða það starf áfram.